þeir sem aðlega sem skipta máli í tafli eru Bandaríkin, Rússland og Úkraína. Evrópusambandið mínum skiptir engum máli. Þeir hafa engar lausnir á þessu og þeir eru tala út á suður og Evrópusambandið sem efnahagslegt stórveldi, þeir eru álíka stórt tækkerfi og eins og Bandaríkin, en þetta eru bara svo sundruð öfl. Og það engin leiðtogi þarna. Nei, og það er ekki hægt að ef þú ert ekki með sameiginleg markmið, þannig að þeir geti verið með eitthvað stefnu og framfylgt henni og þeir hafa heldur ekki þeir hafa ekki hvorki vopnin eða mannaflan þeir eru hræddir að Pútín ætla að leggja undir sig alla Evrópu og ég meina hvað er þeir að gera? Ég held að sé algjörlega óraunhæft að það gerist, en bara danska leyndhjálpsson var að gefa út skýrslu um það að eftir nokkur ár myndi Pútín bara hefja stórstríð í Evrópu og bara fara að leggja þetta undir sig. Þetta er algjörlega óraunhæft, en ég meina... En það er núna, meiri sér Kristrún Frostadóttir eða Þorgerður Katrín eru að bruna suður til Evrópu og fundi af því að nú ætlum við, af því að Trump er að algjörlega spila rassinn úr buxunum og ætla að fara að semja við Pútín, þannig að við ætlum núna að fara til Evrópu og við ætlum að standa saman og sýna að Evrópa stendur saman. Hvað þýðir það? Ég vissi þetta að vera voðalega skrítið, þannig að ég meina, það sem leiðtoginn í þessu Trump, hann er með vopnin og hann er með hermennina og hann ef það þyrfti eitthvað á því að halda hann er með Evrópa er undir öryggisreglum Bandaríkjanna. Hún er undir öryggisreglum Trump þó þeim líði illa undir þeirri reglum eins og hún er orðin núna. Að vera þegar Trump vill slökkva á þessu og það liggur fyrir að Úkraína er að tapa, að þá séu evrópskir ráðamenn að fara þarna til að faðma Zelenský og segja hann að halda áfram og vinna stríðið, eða hvað þetta fólk er að segja. Þetta er algjörlega röng aðferð. Það sem núna þarf að gera er að semja frið og reyna að lágmarka tjónið fyrir Úkraínu eins mikið eins og hægt er og sína samstöðu í því. En ég sé enga ástæðu til þess að meðan það verður að semja að Evrópuleiðstöð og sé að fara og þarna og segja hvað, ég veit ekki hvað þeir eru að segja. Þessu stríð, það þarf að ljúka þessu og ég held að Bandaríkjamenn vita betur en nokkrir aðrir hvað er að gerast á vígvöllunum þarna og ég held að ástæðan fyrir að þeir eru slökku á þessu núna er það að þeir meta að þannig að ef þessir haldi áfram þá bara verður staðan bara miklu verri. Að tapa Úkraínumenn kannski Odessa borginni sem er aðal hafnarborgin í Úkraínu og þeir taka Kharkiv sem var fyrir þetta höfuðborg Úkraínu borgin og þeir vilja bara ljúka þessu áður en það gerist og Trump geti nota þá vikt sem hann hefur gagvart Rússlandi að ef að þið viljið góð samskipti við Bandaríkin þá verðið það að sína einhverja tilslaganir að við getum lokið þessu, þannig að við séum ekki að missa andlitið og ég held að Pútín væri sennilega tilbúin að gera einhverja tilslaganir sem hann myndi ekki gera við Evrópusambandið og ekki gera við Zelenský. Tilslaganir eins og hverjar meinarðu? Já, til dæmis að láta hugsanlega eitthvað sem héruðum, þessum 4 héruðum fara ekki öll undir Úkraínu og Úkraína haldi meira af sínum auðlindum og það séu láti kjósa eitthvað að þessu. Það er þetta að gera ýmislegt í þessu en svo náttúrulega spurningin hvaða öryggistrygging Úkraína að fá, það er eitthvað sem er mjög erfitt að átta sig á.